Darling, you're a masterpiece, breathing melodies. There's nothing that you have to be. You're a masterpiece. I'm looking at a masterpiece. Before you even try, there's nothing to decide. Just knowing every scar life leaves, it's working on a masterpiece. You too dark, too short, too tall. You're not enough, not enough. Go and change it all. On and on it goes, girl, don't keep up. Just say goodbye, waste your life trying to be a 10. That 10 ain't worth a dime. When you're lost, let me be your guide. Play my song, see who you are through your father's eyes. And when you fall, baby, come to me. Whatever you become, I'll always be in love. 'Cause baby, you're a masterpiece. You breathe in melodies. There's nothing that you have to be. Already you're a masterpiece. I'm looking at a masterpiece. Oh, you know how to fight. You're stronger than the lies. I know in every scar life leaves. It's your brushstroke on a masterpiece. Daddy's masterpiece. When the storm cloud cease and the tears won't leave, hear your daddy sing. You're a masterpiece. I'm looking at a masterpiece. Oh, you know how to fight. You're stronger than the lies. I know in every scar life leaves. It's your brushstroke on a masterpiece. Góða kvöldið. Gott að sjá ykkur. Hetjur, ha? Takk fyrir að vera með okkur í kvöld. Við ætlum að loka Guði í kvöld. Mér langar að bjóða okkur rísa fætur. Þeir sem getið. Guði góður. Guði trúfastur. Guðurinn sami í dag og í gær og alla eilífð. Og það eru forréttindi að fá að koma saman og lyfta nafni hans hátt. Sama hvað veðrið er, sama hvað aðstæður í lífinu eru, þá er Guðinn sami og hann er alltaf góður og hann er alltaf trúfastur. Skulum biðja. Heilagi Far, ég þakka þér Drottið fyrir þetta kvöld. Ég þakka þér fyrir einn og sérhver sem er hér inni, sem er komin og þeir sem eru á leiðinni. Og ég þakka líka fyrir þá sem er heima að horfa. Faðir minn og Guð, leggjum þessa stund í þínar hendur. Og bara bjóðum þig velkomin að gera það sem þú vilt gera hér í kvöld. Faðir, ég þakka þér fyrir trúfesti þína sem fylgir okkur Drottið. Faðir minn og Guð, gera bara það sem þú vilt gera hér í kvöld. Verði viljið þig. Crazy the valley,
Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Shame has no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Let the Spirit rise up and break the walls, and beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth. Let the Spirit rise up and break the walls, beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth. Góða kvöldið og velkomin á þessa samverustund og samkomu og lofgerastund og bara hvað sem þið viljið kalla það. Í kvöld hérna hjá United Reykjavík. Það eru náttúrulega forréttind að fá að koma og ég tek undir þegar Inga var að bjóða okkur velkomin að biðja. Bara vel gert þeir sem að börðist í gegnum veðrið og komu og bara líka þeir sem að eru heima, bara velkomin. Við okkur finnst það algjör forréttind að fá að koma hérna og við María og Hilma vorum að spjalla á hann hvað það er gott að koma og við viljum líka hvetja fleiri til að koma í þjónustu. Okkur vantar alveg ennþá fólk til að koma og taka á móti, bjóða fólki velkomin eða hella upp á kaffi og ef einhver er til í hella upp á kaffi þá getum við sem erum mætt í kaffi þá getum við bara stokkið fram og bóðið fólk velkomin en það er voðalega gott að hafa ykkur til að taka á móti. Finnst ykkur það ekki? En ekki svona notalt einhver stendur í stígunum og bara velkomin, gaman að sjá þig. Okkur finnst það allan. Það er endilega, látið Hilmi vita og við setjum ykkur inn í hópinn og endilega verið með okkur í svona að vera saman og gera hlutina saman. Talandi það, þá er líka svona, það kostar ennþá að borga rafmagn og rafmagn og hita og slist, þannig endilega takið þátt líka í samskotum, setja saman í púk til að í svona kostnað líka sem kostar að koma saman. Þannig að pósinn er aftast og baukar, þannig endilega takið þátt í því líka, það er hluti á löggjörð. Og þannig að, bara yndislegt. Svo ætlum við að fá og það er gott að gefa af sér og gefa til góðra hluta. Þá ætlum ég að fá að segja þarna frá happdrætti sem ABC er með og Guðmundur er búinn að græja glærurnar og það er þannig að ABC Barnahjálp selur happdrættismiða einu svona ári fyrir jólin og það sem er svolítið sniðugt við það er að það er ekki dregið fyrir 30. des þannig þið getið keypt miðan, kostar 1000 kall stykkið og þá getið þið keypt miða og sett í jólapakkan og svo kíkt á heimasíðuna 30. í loka ársins eða byrja næsta árs. En ABC hefur verið starfandi í mörg ár og 30 plus og við erum með skóla núna í Afríku og Asíu í 6 löndum en það sem á að gera við ágóðan að þessu happdrætti í ár er að styðja við starfið í Pakistan og hérna eru myndir af starfinu og í síðustu ferð sem við Hjalti fórum til Pakistan og mátt setja eina glæru tilbaka. Það tók ég þessa mynd af fjölskyldunni uppi, þetta er amma og afi og pappin, en ég fekk að fylgja þessum strák sem er með bindið. Ég fekk að fylgja honum heim eftir skólan þegar ég var í þessari ferð í Pakistan að heimsækja skólan og þá fekk ég að fylgja honum heim og hann kofi vinstra megin er þar sem að þau búa
En hann var svo stoltur og ég veit ekki hvort þið sjáið á þessari mynd. Pabbi var svo stoltur þegar hann hitt okkur. Hann var alveg bara sonur minn, hann að fara í skóla og hann var semst fyrsti af þeim að læra að lesa og skrifa. Amma og afi kunni ekki lesa og skrifa og ekki foreldrar hans heldur. Og hann var fyrstur og svo sá hann mér stolt að amman að stelpan ætti að vera fyrsta konan í fjölskyldunni frá því að hún man eftir sér sem ætti að fara í skóla. Þannig að þetta skiptir máli þar sem að peningurinn fer í að styðja við skólan sem að Pastor Chand sem hérna á myndinni hefur starfrætt í mörg ár og hann kristinn og það nú ekki einfalt að vera kristinn skal ég segja ykkur þarna og hvað þá kvenmaður. Og Asma sem er við hliðina á honum og heimsótt okkur hérna fyrir 2 ára síðan, hún alveg geggjaður predikari og gaman að vera með henni og predika í Pakistan og meðal kvenna. En við ætlum að styðja þetta starf í Pakistan með því að setja upp skólaeldhús, byggja eldhús við skólan, þannig að það verði enn betri matur og hann verði oftar. Og þarna hann litla krútið og ég held sé 1,5 ár síðan tókum þessa mynd, þannig nú hann aðeins stærri. En það ótrúlegt að fá að sjá hvað hver einasta króna skiptir máli og endilega verið með 1000 kall miðin, það eru á næstu glæru stuðningsaðilinn sem stendur á bak við sem sagt þetta happdrætti Vafáir sem vélsmiða Hjalta, eða ekki, í Hafnarfirði. Hjalta Einars, Arnar með þetta. Og svo næsta glæra þá fullt af fyrirtækjum sem gefa í þetta happdrætti þannig að ágóðin fer bara, það eiginlega engin kostnað við það. En Gulli, ABC Gulli sem núna að taka upp, hann verður og ég verðum hérna eftir samkomuna og eftir stunduna eftir og þá getum við keypt happdrættsmiða, við erum með posa og Gulli tekur líka við pening. Þannig endilega ef þið hafið færi og kaupa happdrættsmiða fyrir 1000 kall. Svo og eftir þá allar Baldur Freyr að predika fyrir okkur og það nú bara mikil eftirvænting fyrir því vegna þess að við trúum því að orði fer út og það hefur áhrif alveg inn í innstu fylsni hjartans þegar sannleikurinn predikar undir bara nærveru Guðs eins og alltaf þegar hann predikar og bara undirbúið núna jarðveginn í hjarta ykkar að taka á móti sannleika sem að klífur skilin á milli lygi og sannleika þannig að orðið setur ykkur frjáls, orðið frá Jesú Kristi úr Biblíunni. Þannig að, amen, og við undirbúum jarðveginn í lofgjörðinni. Bænarni, þú bara svo fallega á það. Og við skulum biðja. Takk Jesú, standið upp og biðið. Og ég veit að það ykkur sem að glíma í kringum ykkur, hugsið til hans og biðið bara Guð, ég biðið fyrir bara mömmu og pappa og við biðjum líka fyrir samskiptum núna í desember, það ekki auðvilt drottin, oft núna í desember þá eru samskiptin sem að verða svo raunveruleg sem að hafa kannski gengið illa og ég biðjum lækningun í samskipti, milli barna og foreldra og barna og systkina og ég biðji drottning að bara þessi mánuð verður svona mánuður lækningar, það sem að þú kemur með lækningu inn í samskipti og fjölskyldur í Jesú nafn og ég þakka drottni fyrir þeim sem inn í kvöld, gefðu þeim hugrekki til að stíga skrefið enn nær og biðjast fyrirgefningar ef eitthvað eða biðja bara samtalið á milli foreldra og barna og systkina. Takk drottinn að þú vilt sjá lækningu innan fjölskyldna og ég þakka þér drottinn að þú ert alltaf að vinna. Í Jesú nafni, leggjum þessa stund í þínar hendur. Amen. Kynslóð eftir kynslóð, krjúpa mun í lofgjörð, lofar alveg látlaust til lambi Guðs. Og þau sem undan gengu og þau sem trú fá senn, lofa alveg látlaust til lambi Guðs. Þitt nafn það æðsta, þitt nafn það mesta, þitt nafn það ofar öllu allt vald, tign og mátt
Far, við lofum nafnið þitt í kvöld. Faðir Guð, ég þakka þér fyrir nærveru þína sem að leysir og sem að læknar, Drottinn. Faðir, við lyftum nafnið þínu hátt. Takk, Jesús. Takk, Drottinn. Frá upphafinu, þú aldrei breytist, aldir og eilífð, hinn sami ávallt, sérhver að gáta, spurningar beri, eru öruggar þér hjá, svo þér ávallt treysti ég trúi þér, þú alfa og omega, þú stendur við loforð þín, þú ert hér, máttugur ertu, trúi því, leiðin greið vegna þín, ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín, ávallt trúfastur ertu. Jesús, ég hjá heldur mér stöðu, sérhvert orð frá þér loforð þitt til mín, stöðugur kærleikur, ekkert fær hrifa. Minn Guð, þú aldrei bregst, aldrei vilt þú bregðast mér. Ég trúi því, þú alfa og omega þú stendur við loforð þín, þú ert hér, máttugur ertu, trúi því, leiðin greið vegna þín, ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín, ávallt trúfastur ertu. Á krossinum var blóðið brennt og fyrir sár þín heil ég er. Sérhvert loforð uppfyllt, trúi því, að sigurinn hann unnið er og sami kraftur býr í mér. Ég öðlast líf í þér, á ný trúi því. Líf heljar færi sigurinn, því kirkja Krists hún lifir er. Ég lifi til að segja frá, trúi því.
syngja fær með himninum og krjúpa frammi fyrir þér. Syng helgur, helgur, helgur trúi því. Ég trúi því, þú alfa og omega. Þú stendur við loforð þín, þú ert hér. Máttugur ertu, trúi því. Leiðin greið vegna þín. Ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín. Ávallt trúfastur ertu. Ég trúi því, þú alfa og omega. Þú stendur við loforð þín, þú ert hér. Máttugur ertu, trúi því. Leiðin greið vegna þín. Ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín. Ávallt trúfastur ertu. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to, and I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't talk like I used to, and I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Oh, thank you, Jesus. I cannot explain, but there's nothing more real than this. In the presence of God, where my heart experienced, when my shame hit the wayside, and my sin hit the most high. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah. Hallelujah. I know it was the blood.
you're striving for acceptance, let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy and righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, justified, really living? Let me tell you, it's only by the blood.
Yndisleg lofgjörð, takk fyrir mig. Hvað segir þið gott? 1 segir gott, 2, frábært. Vá maður. Ég ekkert smá spenntur að vera með ykkur í kvöld. Byrja á að loka en það sé ekki alltaf lokast á með síminn sko. Autolokk 15 mínútur, það fínt. Hvað segir, eru ekki hressa? Hvað eru margir inni sem að eiga Jesú í hjartanu sínu, má ég sjá, hendur á lofti. Nánast bara allir. Ekki alveg allir samt. Ég var að hugsa, sko, það sem ég langar svo að tala í kvöld Jesú. Mér langar svo að tala hvað hann gerði fyrir mig. Og það svo áhugavert hvað mörg okkar að við gefumst alltaf fljótt upp. Það var að tala saman í kvöld eða? Og að því við gefumst of fljótt upp, þá missum við af blessuninni sem var handan við hornið. Og það svo oft sko, svona rétt áður en eitthvað magna gerist, þá eitthvað rosa hindrun. Og það oft mikið vonleysi og eitthvað svona, mann langar svo að gefast upp, sko, hafið verið þarna. Ég svo oft verið þarna á þessu stað einhvern veginn og saga mín saga myrkus, saga skammar, saga sjálfsásakana. Þú veist, eina sem ég vissi bara frá því ég var lítill strákur, var bara að ég var ekki nógu góður. Og ekki bara það, ég var bara vestur. Bara ömurlegur. Óelskanlegur. Einskis virði. Og misstökin mín í lífinu jukust bara eins og ég óx úr grasi. Af því það verið þessi trú innra með mér einhvern veginn, ég væri ekki nógu góður. Alls það sem ég kom. Og það svo oft sem við leyfum þessum mistökum að skilgreina okkur. Í staðan fyrir að leyfa honum að skilgreina okkur. Munið eftir þegar þið voru, þú veist, lítil. Eða þegar þið sé lítil börn eða ekki, þau eru svona frjáls ef við erum ekki múin að skemma þau. Það við sé óskemmt börn. Þau detta á rassinn og fara að hlæja og taka 2-3 skref og detta og hlæja meira og jafna sig bara. Að þau eru örugg, að þau vita hvað, að þau vita að þau eru elskuð. Þau vita að þau eru dýrmætt. Þau vita að þau eru einstök. Og þegar við vitum þetta, þá erum við algjörlega óstöðvandi. Og það þetta sem Jesús Kristur að segja þér í kvöld. Að þú ert dýrmætur, einstakur og elskuverður. Ef þú myndir skilja það til fulls, ef ég myndi skilja það, ef þú myndir skilja það, þá værum við algjörlega ósigrandi. Það myndi ekkert geta stoppað þig. Það myndi ekkert geta fellt þig. Það myndi ekkert geta dregið úr þér. Að þú vissir hversu virðið þú ert. Og þess vegna, alveg frá því við erum lítil, frá því við komum inn í hennan heima, þá reynir djöfullinn að ræna þessu auðkenni af okkur. Af því að hann bara getur rænt þessu auðkenni. Af því að ef þú trúir þessu dýrmætur, einstakur og elskuverður, þú trúir því, þá lifir lífið þínu þannig. Þá opnast flóðgáttir himnanna fyrir fram að þig. Og þú getur verið upplýst stjarfur þegar þú biður til Guðs og þú biður í trú að þú veist að hann með bakið þitt, sko. Ég veit ekki, þú veist, það hefur verið í klíku það. Það svona, það allir rosa lojal þangað að reynir á það. Ekki? Það rosa oft þannig allavega. Mín reynsla allavega. En Jesús, hann lojal. Hann skilur það ekki eftir, sko. Og ef þú treystir honum og trúir honum, þá verður þér ekki til skammar.
Hann er ekki eins og þessi heimur er. Af því að svo koma þessar lygar inn í okkur, ekki nóg mikið svona, ekki nóg mikið hinsegin og við fórum að trúa þessum lygum út frá áföllunum sem við lendum í eða út frá samtölunum sem við fengum ekki eða því sem við höldum að aðrir halda okkur. Spáðu því, það er bara fullt af fólki sem er bara með geðveikar áhyggjur af því hvað aðrir halda að þau séu að halda. Prófa að halda á því aðeins. Nei, sko, þú veist, við höfum enga stjórn á því, sko. Við höfum enga stjórn á því. En við köllum þetta meðal annars félagskvíða. Þú veist, það við erum að hafa, og veitir, grunnurinn af þessu öllu er svo sami. Að þú stígur ekki inn í föðurelsku Guðs. Að því að leið og stígur inn í hana og meðtekur það sem Guð hefur fyrir þig. Það er allavega mér slétt sama hvað þér finnst. Að því ég veit hvað honum finnst. Og maður þarf svolítið líka að lifa þannig. Að því að lífið er alls konar. Og fólk mun bregðast okkur. Og þá förum við í fílu, dettum í það, eða gerum eitthvað. Ekki? Að því við móðguðum svo mikið, þá fórum við að eyðilegum eitthvað fyrir okkur, að því við trúðum að við værum ekki nóg. Sjáu, fólk segir við mig oft, ég er ekki trúaður. Við vinnum við að taka viðtöl fólk og ég segi alltaf, það er skrítið maður. Og trúur þú sett einskis virði og þú hagaði þannig. Við erum öll trúið, sjáu. Mannveran er ótrúlega trúið. Að því að systemið allt inn í okkur er byggt þannig upp. Og það skiptir engu máli hvort við séum búin að taka á móti Jesú Kristi eða sem að iðka eitthvað trúarbrögð. Trúin verkar á sama hátt í okkur. Að því við erum gerð í Guðs mynd. Og þetta veit skrattinn. Og margir halda hann sé ógeðslega, þú veist, stór og sterkur og öflugur og þú veist, það er stærsta lygin hans. Gera okkur hrædd við sig. En það eina sem hann getur gert og það kröftugasta sem hann getur gert í leiðin líka er að ljúga að þér. Ertu alveg viss að Guð elski þig? Veist hvað þú gerir í gær? Hvað ef allir myndir nú vita hvernig þú værir í raun og veru? Þú viss að Guð elski þig. Og það er það kröftugasta sem hann getur gert líka. Þess vegna er hann ekkert að koma eitthvað af því að ef hann getur bara logið að þér að þú sért einskis virði, að þú sért svarti sauðurinn, að þú sért eigir ekki skilið að vera elskaður eða elskuð, þá munt þú verja ævinni þinni í það að meiða þig og aðra. Þess vegna gerir hann það. Hann er ekki eitthvað stór og öflugur, hann er bara faðir lyginnar, hann er ekkert annað en það. Hann er bara faðir lyginnar. Hann bjó lygina til þess að telja okkur trúum að við værum ekki dýrmætt einstök og elskuverð. Af því þá bara förum við eitthvað allt annað en til hans. Af því þá líður okkur hvernig eins og við hefum það ekki skilið. Eða okkur líður eins og Guð sé ósanngjarn. Ég var í Brasilíu maður og sá svaðalega mikið af kraftaverkum í hjarta fólks og líka ekki í hjarta fólks og og rosa mikið af fólki sem var ónýtt hné sem var að læknast og þarna var ég með mín hné, ég ætla ekki að segja þessi ónýtt en þá en það er allavega búið að læknisfræðilega að segja það en ég hef ekki verið upptekinn að Guð var ekki að gera þetta fyrir mig, bara fyrir þau. En ég bara hélt áfram. Ég bara hélt áfram að gera það sem gott er. Af því ég vil ekki leyfa aðstæðunum að stýra mér. Og ef við ætlum að vaksa í Kristi, þá þurfum við fyrst að skilja þegar Jesús kom, þá sagði hann, ég elska þig, þú ert mín eða minn. Spáðu því. Hvað finnst þér um það? Hver ertu þá í raun og veru? Þú ert elskað Guðs barn.
Þú ert elskuð sköpun í það minnsta. Og Kristur hann kom til að deyja til að segja þér það. Og í Filippibréfinu 1:6 þá stendur að Guð, hann klárar það sem hann byrjar á. Hann er ekki að hætta. Hann klárar það sem hann byrjar á. Og það sem er svo áhugavert við það er að það er bara ein leið að hann klári ekki það sem að hann geri á sínum tíma. Það er að við séum að þvælast fyrir. Okkar hugmyndir, okkar sársauki, okkar trú. Er það ekki? Og það er þess vegna sem við gefumst upp. Þetta er svo plantan. Þú veist, þú setur sáðkornin í jörðina. Og sáðkornin þarf fyrst að fá að vera vökvað, er það ekki? Svo þarf að fá sólina til þess að fá sprettun í það og vökvað. Og það er það sem við þurfum að fá frá Guði. En það er svo oft sem við hlaupum úr vökvunni, ef við hlaupum frá sólinni inn í myrkrið aftur. Ofta því að við erum hrædd, ofta því að við höldum kannski ofta því að við erum líka bara hrædd við ljósið í okkur. Hver er ég að vera frábær? Hver er ég að vera kærleiksríkur? Hver er ég að vera klár og skemmtilegur og góður? Hvað, þetta ekki bara rókahullur? Nei, ég er það ekki, sko. Ég veit bara hver ég er og hvers ég er. Ég er hans. Og ég er ekki frábærar en einn eða kærleiksríkar en einn. Það er bara hver ég er. En hver er þú? Hver er þú? Ég er að spyrja. Þú er þú? Hvað þýðir það? Oft vitum við það nefnilega ekkert að við höfum ekki verið skilgreind. En Guð, hann mótar okkur. Og við þurfum oft að taka ákvarðanir sem eru erfiðar. Svo þegar ég missti litlu systur mína ákvað að fyrirgefa manninum sem kom mjög illa fram við hana. Hjálpaði henni ekki, hún var að deyja og var að fara að misnota hana kynferðislega. Það var ekkert auðvelt að sleppa því að gera eitthvað. Það var ótrúlega erfitt. Það var auðveldast að segja bara já við strákana þegar spurðu má ég megu við. Og ég sagði já með þess að fyrst, en svo sagði ég nei eftir að Guð mætti mér með násinni og sýndi mér leiðin út úr þessu. Sjáðu, af því að þegar við gerum mistök og við föllum, eins og ég sagði já við ofbeldi eftir að vera búin að fylgja Guði 3 ár og ég misti mig og Drottinn rétti mér hönd sín og hann sagði stattu upp, Baldur. Stattu upp að því ég elska þig. Haltu áfram. Og sagan mín er sagan mistökin mín aftur og aftur. En náðin hans, hún teygir sig til mín í hvert einasta skipti og gefur mér tækifæri til þess að velja rétt. Ef við tökum ekki það tækifæri, þá endum við í vegleysu. Þá endum við út í kanti. Þá endum við einhvers staðar á stað sem við viljum alls ekki vera á. Það er ekki út af honum, það er ekki út af því að lífið er ósanngjarnt, af því að lífið er oft ósanngjarnt. Ég er búin að grafa báðar litlu systur mínar síðan ég frelsaðist. Það er ósanngjarnt, ekki? Það er ótrúlega ósanngjarnt. En ég fylgdi honum alla leið í gegnum það. Ég hefði líka getað valið að vera sár eða reiður eða langar það, akkur er þetta svona mig Guð? Akkur fæ ég ekki eins og þessi? Akkur þarf ég að fara í gegnum þetta? En þegar við veljum bara að fara í gegnum hlutina með honum, munið hvað ég sagði í byrjun, og svo oft sem við gefumst upp rétt áður en. Sjáðu, bara blessunin hún er að koma og rétt áður en.
Ég gaf út bók 19, 20, 21, ég man það ekki. Svo fljótur að líða til mig, 21 held ég. Og ég fekk alla þjóðina bara á mig. Og allt í mér langaði svo bara henda þessu verkefni. Og mér langaði svo að gefast upp. Og það munaði ekkert miklu að ég gefst upp. Á bókinni sem sagt, ekki á Guði. En ég fann samt alltaf eitthvað eins og Guð var að segja halda áfram. Halda áfram, Baldur. Halda áfram. Ekki gefast upp. Síðasta mánuði þá var ég í Brasilíu að kynna bókina. Hún komin út á 3 tungumálum, ensku, spænsku, portugalsku og að koma út á kínversku, japansku, þýsku, frönsku og ítölsku. Og ég var að fá einhver svaðaleg verðlaun í Bandaríkjunum fyrir bókina. En sjáðu það var tækifæri fyrir mig til að gefast upp. Það að heyra í mér í kvöld? Það var tækifæri til að gefast upp og þá, hefði ég þá fengið þessi verðlaun? Hefði þá Guð geta sagt bara, strákurinn minn, sérðu, hefði hann þá geta gert það? Ekki með þessum verðlaunum. Hefði hann þá geta stutt við það sem ég var að gera ef ég hefði gefist upp? Ekki þarna, nei. Og þá hefði ég mist af þeirri blessun. Ekki af því að hann einhvern veginn, heldur af því að ég gafst upp. Mér langar svo til þess í kvöld að við skiljum að alveg sama hvernig lífið lítur út og hversu slæmt þú heldur að það sé. Ekki gefast upp. Bara ekki gefast upp. Halda áfram. Vá, með blóðbragð í munninum, já, halda áfram. Ég get ekki meir, halda áfram. Ó, þetta svo erfitt, haltu samt áfram. Af því ef þú gefst upp, þetta búið. Hvað erum við búin að sjá marga hérna sem eru búin að gefast upp? Svo næsta sem við sjáum bara, dánafregnir og jarðarfarir. Að þau gáfust upp. Rétt áður en sólin kom upp. Að þið sjá það dimmast undir dögun. En Jesus að segja við þið í dag. Ef einhver í Kristi, þá hann algjörlega ný persóna. Allt sem tengist hinu gamla horfið. Og allt fest og nýtt. Segir fest og nýtt. Fest og nýtt. Það það sem að gerist þegar þú leyfir Guði að skilgreina þig. En þá kemur óvinnur og sagði, ertu nú alveg viss að allt sé fest og nýtt? Ertu nú alveg viss? Þú nú að gefast upp, það elskar þig enginn. Og þetta eru lygurnar sem fella af fólkið okkar. Ég var í fangelsi, ég var dæmdur morðingi. Og það svo áhugavert, hver veit að líf manns búið þá? Ekki lífið búið þá, þú veist? Átti eitthvað séns að snúa við? Þú veist, svona mannlega að tala. Ekki lífið bara búið að útkomið þennan stimpil? Mér tilreiknaðist það þegar ég var í fangelsi. Ég viss einn gaur sem hefði verið dæmdur fyrir ofbeldi sem leiddi til dauða, sem var að hafa ágætt og þá var Don King í New York sem sá boxið. Ég leitaði og ég fann engan. Þess vegna vissi ég að mitt líf var líka búið. En Jesus, hann sagði, þú ert minn. Ég búinn að borga fyrir þetta. Ég búinn að borga fyrir þetta. Út minn. Vá. Og ég stóð þarna og var hans. Af því að hann á alltaf síðasta orðið. Og hann sér okkur í ljósi náðar og fyrirgefningar. Hann sem er bókina mín, hann á síðasta orðið. Ég bara að fylgjast með, Hann á alltaf síðasta orðið. Eina sem við þurfum að gera að sinna því sem hann biður okkur að sinna. Það var einhver að segja að vantaði fólk að heilsa hérna. Vá maður, mættu snemma, vertu brosandi og heilsa fólki hérna.
Byrja að gefa af þig strax. Ekki bíða eftir hverju þetta bíða. Eftir hverju þetta bíða. Einhver annar gerir þetta. Vertu þörfin, mættinni. Fylltu upp í, gefðu af þér og ekki gefast upp að gera það sem gott er. Því ef að sonurinn frelsar því þá ertu sannlega frjáls. Og það er bara, ég get lofað því og meðan þú ert að heilsa fólki þá allavega að fara byrðarnar á meðan af þér. Að þú ert að einbeita þér að brosa til einhvers, tengja við einhvern. Ég var að hugsa ef að hann er trúr og réttlátur og játum syndir okkar fyrir hvort öðru þá er hann trúr og réttlátur. Ég var að hugsa, þetta er svo áhugavert, þú veist að því að þegar ég tók móti Jesú þá var ég hans og mér var fyrirgefið og ég er alveg nýr. Og ég var að hugsa, þú veist, af hverju hefur við að vera að játa syndir og hann er búinn að fyrirgefa þér og þá upplifði ég einhvern veginn, þú veist, að því þegar ég játa eitthvað fyrir bróðum mínum þá berskjalda ég hjarta mitt fyrir honum. Og tengslin koma og segja við erum mannlegir, við erum að berjast þarna saman og gefa honum tækifæri til að gera það sama. Og þá er ekkert í mér sem dæmi mig, að því það er alltaf ég sem er að dæma mig. Guð er ekki að dæma mig. Óvinurinn ákærir mig og ég dæmi mig. Sjá, er rétt að sannlega fyrir ykkur. Hann er ákærandinn, ég er dómarinn og dæmi sjálfan mig og lem mig hausi með hamrinn. Það getur ekki verið vitlausara. Þegar Jesús stendur hinum og segir, þú ert sýknaður. Það er búið að sýkna þig. Ég veit ekki hvað það þýðir. Það þýðir þú sért ekki sekur. Og þú það og ákjæðan segja, þú ert sekur. Bæng, ég er sekur. Sekur um hvað? Verð ekki nógu góður. Verð einskisverði. Óelskanlegur. Er það að sjá þetta? Þetta er ekki magna. Komið öll sem erfið að hafa á þunga og ég mun veita þau hvíld. Þetta er svo magnað, sko. Þetta er svo ótrúlega magnað. Sko, til frelsis frelsaði Kristur okkur. Ekki? Látið ekki setja á ykkur aftur ánauð og rok. Þetta er eins og mann er að eitthvað nýr var að koma, þú veist, og ekki búin að koma lengi. Það voru strákarnir í hurðinni og þeir eitthvað, hvað ert þú eiginlega búin að vera? Hvers konar ánauðar okkið af, maður? Hvað gerist þá? Ég er ekki nógu góður, maður. Ég er ekki búin að standa mig, maður. Fyrsta sem kirkja segir mig þegar ég kem inn, ég er ekki búin að standa mig. Í staðinn fyrir bara, wow, gaman að sjá þig, maður. Ertu komin heim? Wow, velkomin heim. Þannig tekur faðirinn á móti okkur. Þannig tekur Jesú á móti okkur. En hvernig tekur þú á móti okkur? Hvernig er þú að taka á móti okkur? Ánauðarok. Látið ekki leggja á okkur þetta ánauðarok. Hvað er ánauðarok? Skömm, sársauki, mistökin. Allt þetta sem ég er að leyfa fortíðin að skilgreina mig með. Ég er að taka eitthvað á fortíðinni og ég er að skilgreina mig inn í núinu með því þegar Jesús er löngu búinn að afmáða og segja, þú ert sýknaður. Ég er morðingi. Þú ert sýknaður. Ég er morðingi. Þú ert það ekki. Þú ert sonur minn. Og ég elska þig. Þú ert sýknaður. En þegar við erum föst í sjálfsásökuninni þá lokar hún á miskunn Guðs fyrir okkur að því að við getum ekki tekið við henni. Ekki að því að hann er að loka okkur, heldur að við erum svo upptekin að því að berja okkur í hausi með hamri. Sjáu þetta ekki? Þú veist, hann er ágjár og þú ert að negla þig í enni með hamri. Og segja, ég er sekur að sek. Og þess vegna náum við ekki að lifa undir miskunni. Og Jesús segir, ég elska þig, ég fyrirgef þér. Hann tók á sig allan þungan. Frelsið í Kristi er að lifa í ljósinu en ekki skugga fortíðarinnar. Ég er eitthvað alveg fest og nýtt. Ég er ekki gamli baldur svona pimpaður upp í 2000 módel. Skilurðu, þú veist, ekki einhver góð uppfæslaða baldri þú veist,
eins og EOS eða Síminn er að uppfæra sig 18.0. Þú veist, það er ekki alltaf eitthvað ný uppfærsla sem kemur. Ég er eitthvað alveg nýtt, beint frá himnum. Og þú getur verið eitthvað alveg nýtt, beint frá himnum, ef þú gefur honum tækifæri til að skilgreina þig. Og hann umbreytir því sem virðist vonlaust yfir í eitthvað stórfenglegt, maður. Eins og hann gerði við gamla vændishúsið mitt sem var bænahús. Hugsið ykkur. Svo stóðum við á barnum og predikum. Það var öðruvísi vín sem var framleitt á. Það var eitthvað himneskt sem að Drottinn færði. Og hann vill gefa þér þetta í kvöld af því hann elskar þig. Svo hvað er að halda þér föstum? Hvað er að ræna þig af frelsinu? Hvað er að byggja ótta inn í þér og ræna þig að þér og þurfir, þú veist, vitið hvað er þægilegt að vera ekki hræddur? Margir sem eru óttaslegnir hérna. Má sjá. Og að vera nú heiðarlega maður. Ég er ekki hræddur við neitt. Allar slæmar tilfinningar eru uppsprotnar á ótta, vissu það? Allt út að ég óttast eitthvað. Hvað er margir hræddir hérna? Má sjá. Já, þarna nú komin heiðarleiki í salinn hérna. Vel gert, maður. Vel gert. Mjög gott að vera ekki að ljúga þegar við erum í kirkju. Svo hvað er að halda þér föstum? Hvað er það sem þú þarft að leggja niður við fætur hans? Hvað er það sem þú þarft að leggja niður við fætur hans í kvöld? Til þess að þú gefist ekki upp rétt áður en sólin kemur upp. Hvað er það? Prófa að loka augunum. Spurðu Jesú, hvað þarf ég að leggja? Hvað er það sem er að stoppa mig? Hvaðan kemur þessi lygi sem er alltaf að segja mér sé ekki nóg? Sýndu mig minningu, sýndu mig söguna mína, sýndu mig hver þessi lygi byrjaði svo ég sjái skýrt að þetta sé lygi. Sérðu það? Er eitthvað sem að sér það? Finnur það? Hvað er að stoppa þig? Ef þú ert inni í kvöld og þig langar að fá allt fyrir já til hans. Einhverjir segir þetta sé frítt en þetta er kostnaðarsamt, sko. Ef við ætlum að fylgja honum alla leið, þá kostar það. Það kostar að ég þarf að leggja sjálfa mig til hliðar sem að maður hefur mjög gott af. Ert þú inn í kvöld og þú vilt gefa Jesú Kristi allt? Og ef ég er að tala til þín, þá máttu finna núna bara hvernig hjartað þitt fer að slá hraðar innra með þér. Og þú máttu finna bara hver er að finna svona hita og hjartað er að slá hraðar og það er að gefa Jesú líf sitt í kvöld. Má sjá. Leðu mér að sjá höndina í loftið og vilt gefa Jesú líf þitt. Amen. Amen. Þannig er hetjur. Ef að standa á fætur. Standið á fætur þeir sem lyfti höndunum. Má sjá. Halleluja. Það er ekkert að óttast, sko. Það er allt að vinna. Og það sem er að tapa það er þessi líð og sért einskis virði. Ég finn samt að það eru fleiri, mér langar að beða ykkur ótrúlega hugrökk og koma bara fram. Bara, þú veist, ef við getum ekki verið hugrökk hvort er, þá föllum við hvort er í næsta drulluból, sko. Að það okkur líður eins og við eigum það skilið. Það eru fleiri sem þurfa að koma hérna fram með þér. Hver er með alveg svona bara? Hver er með þetta bara í gangi innra með sér hérna? Á ég að benda það? Við eigum ekki að vera hrædd við þetta.
Við höfum að vera hrædd við að missa af þessu frekar. Við höfum að vera hrædd við að taka ekki skrefi sem að var til þess. Eitthvað gerðist. Alveg svo konan sem kom fram og hún var að biðja fyrir fólkinu hann úti og hún var lömuð hérna megin, hendina á henni eftir heilablóðfall og ég var búin að sjá fullt af fólki læknast og ég var bara, ó nei maður, ég hef aldrei séð svona að gerast. Það enga trú þegar ég bað fyrir henni. En hún hafði okkar trú. Ég setti hendina í hann og fekk rafmagn í hendina og svo bara, fekk hún bara og lyfti bara hendinni. Það hefði ekki gerst ef hún hefði ekki svarað kallinu. Við þurfum að svara kallinu. Þannig ef þú ert inn og vilt gefa Jesú Kristi allt, þá eitt tækifæri viðbót fyrir ég segi engin nöfn að þú má koma fram. Síðast sjans til að gefa Jesú allt. Amen. Já. Sko. Halleluja. Skulum biðja saman bæn. Já, sko, meira, akkurat, sko. Skulum biðja saman. Skulum biðja saman. Amen. Amen. Svo bara allt í einu brotnar allt og koma allir bara. Skulum biðja saman og segja elsku Jesús. Ég er þreyttur að lifa eftir lygum. Sýndu mér sannleikann mig og hvað þér finnst mig. Ég iðrast alls slæm sem ég hef gert. Viltu fyrirgefa mér? Ég trúi því að þú sért sonur Guðs. Og ég trúi því að þú situr við hægra hönd Guðs. En núna vil ég ganga inn í samfélag við þig. Í Jesú nafni. Amen. Getum fengið einhverja tónlist eða eitthvað. Ég ætla að biðja stuttlega fyrir ykkur en ekki fara að leyfa þið fyrirbiðendum að koma fram og biðja fyrir ykkur. Heilagur andi, þakka þér fyrir að þú ert hér. Viltu koma núna að smyrja sér hverja sál hérna? Viltu gefa þeim öllum von og trú innra með þeim? Og Drottinn minn, viltu núna koma og sýna þeim